Gaman að sjá okkur, gaman að fá að vera með hér í kvöld og ég alltaf svona sérstaklega æst og spennt þegar ég veit að einhver að fara að gera eitthvað í skólamálum og ekki síst þegar það eitthvað sem tengir sjálfstætt skólum. Því að ég mikil talsmaður þeirra eins og þeir sem þekkja mig vita. Og ég sem starfa hjá Hjallastefnunni hef starfað það síðan 2008 og því ég með svo ógeðslega barnalegan húmor þá ég ennþá flissandi, ég fór í búð í dag fyrir Hjallastefnuna og þurfti að fá reikning, svona nóti eins og maður gerir þegar maður hugsa bókhald. Og ég segi ég frá Hjallastefnunni og skrifaði hausinn þar. Og þessi unga glaðlega kona byrjaði að skrifa og skrifaði hjálparstefnan. Og ég alveg bara, fannst það falli ég svo æja, veist við erum alltaf að reyna skóla, alltaf að reyna að hjálpa fólki og fjölskyldum, en þetta ekki hjálparstefnan, þetta Hjallastefnan. Og hún var bara rosa blíð, jú, fyrirgefðu, og fór að laga þetta og ég frekar óþolum að mér ást ógeðslega lengi að skrifa og gera þetta allt upp á nýtt. Þannig að svo réttum við nýja nótu og þá stóð Hjallastefnan. Og það á líka ógeðslega vel við, því að einhver sem kemur að skólarekstri, hann veit að skólarekstur ekki eitthvað sem einhver fer í til þess að eignast einhverja peninga. Að fara út í rekstur skóla, hvort sem það leikskóli, grunnskóli, framhaldsskóli, háskóli eða einhvers konar önnur menntun, það gert til þess að því að fólk hefur hugsjón fyrir einhverju eins og Kristján Ómar og örugglega fleiri hérna inni hafa. Við viljum einhvern veginn breyta heiminum og gera hlutina betri. Og mér finnst umræðuefnið mjög brýnt og mér finnst svolítið svona þetta rekstrarform eigendur högg að sækja í dag. Það eru rosalega árásir það hvað bara það sé allt hræðilegt við sjálfstætt skóla. Og þá verðist einhvern veginn rekstrarformi ekki skipta máli. Það svona kannski minnst einhvern veginn svona rifrildi leikskóla, það eins og það sé í lagi og svona lítið talað það. Og þar kannski mesta jafnvægið í rekstrarforminu þegar við erum með leikskóla, þá það bara svona sama fjármagn og fer til opinberu skólana, það sama gjaldskrá til foreldra, þannig að það bara svona raunverulegt val, sama þjónusta. Ég meina allir skólar á Íslandi, á sama hvaða skólastigið það þurfa að fara eftir sömu aðalnámskránni í grunninn, rammanum og svo fjölbreytnina. En það á ekki við það sama þegar við erum að tala grunnskóla, hvað þá framhaldsskóla. En að því ég starfa nú að leika grunnskólasviði, þá ég svona sérstaklega ræða svona stöðu grunnskóla á Íslandi, sérstaklega sjálfstætt, að því að það mjög mikil samhljómur á milli grunnskóla og framhaldsskóla og svona almennt. En svona fyrsta áhugaverða svona talan, því að tölur tala oft svona sínu máli, það 97,6%. 97,6% grunnskóla á Íslandi eru opinberir skólar. Og fyrir mjög talnaglugga, Kristín og fleiri, þá vitið þið að það þýðir að 2,4% grunnskóla á Íslandi eru sjálfstætt skólar. 2,3 segir hún? Já, 97,6. Nei, hún var menntamálaráðherra, hún var ekki fjármálaráðherra. Sem betur fyrir, takk fyrir þetta Þorgerður Katrín. En svona að því við erum að tala þetta og við sjáum hvernig tölurnar hér, hjá þeim þjóðum sem við viljum svona gjarnan bera okkur saman við, bara nákvæmlega þjóðurnar okkar hérna í Skandinavíu, þá eru jafnaðarmennirnir í Svíþjóð, það 9% grunnskóla sjálfstætt og 14% gagnfræðaskóla, ég veit ekki alveg okkur þetta var í þessari skýrslu sagt svona, kannski einhver annar geti útskýrt það. Og hjá hennum skynsömu Norðmönnum hlutfallið 15% grunnskóla sjálfstætt og 27% gagnfræðaskóla. Og þegar Hjallastefnan kom fyrst inn á grunnskólasviðið, sem sagt fyrir 10 árum, þá var þessi tala innan við 1%. Og það var engin unglömm svona í þessum bransa Ísaksskóli, hann 88 ára, Landakotsskóli 118 ára, Tjarnarskóli, hann mjög ungur, hann 29 ára. Þannig að þessar tölur segja okkur rosalega mikið bara stöðuna og umhverfið fyrir sjálfstætt skóla á Íslandi. Því að rekstrarumhverfið gríðarlega erfitt. Og löggjöfin sem slík, hún orðin skárri, það þökk fyrrverandi menntamálaráðherra. Árið 2008 var lögunum breytt, þannig að þegar grunnskóli búinn að fá samþykkt frá sveitarfélagi að vera með skóla, þá fær hann samkvæmt landslögum að minnst kosti 75% af meðaltali við kostnaði hvern grunnskólanemanda. Það fínt og svo heimild að rukka inn skólagjöld. 25% af því sem vantar til að fá sama kostnað með hverjum nemanda sem kemur til Hjallastefnunar eða í Lækjaskóla. Og til þess að skólagjöldin uppfylli þessi 25% sem vantar, þá þyrftu þau að vera svona rúmlegur 38.000 krónur á mánuði. Og þið sjáuð að það ekkert margar fjölskyldur sem hafa efnað því svona aðeins að bara eins og að drekka vatn að borga 38.000 krónur á mánuði og svo bætist við náttúrulega skólamaturinn og síðan bætist við tómstundirnar og allt hitt sem við þurfum að gera til að eiga börn.
flestir sjálfstætt starfandi grunnskólar í Íslandi eru ekki að rukka þessar upphæð. Til dæmis í Hjallastefnunni þá rukkum við 13.000 krónur á mánuði. Það eru samt gríðarlegir fjármunir, en þið sjáu samt að bara þessi mismunur, þannig að við fáum sama fjármagn og aðrir opinberir skólar, bara þessi mismunur milli 38.000 og 13.000, viltu reikna það? Það eru, miðað við 100 barna skóla, þá eru það yfir 20 milljónir á einu skólaári. Og 20 milljónir bara í lítilli 100 barna einingu eru rosalegi fjármunir. Þannig að sjáuð hvað það sker þarna á milli. Og það er ein undantekning á þessum svona almennu samningum og það er í Garðabæ. Nú horfi ég sérstaklega til Kristins og Rósu og annar í pólitíkinni. Því að þar er svona raunverulegt val skóla. Hjallastefnan rekur grunnskóla í Garðabæ og það er sagt, hér er 100% framlag, Hjallastefnan og Alþjóðaskólinn, það eru 2 sjálfstætt skóla þar. Öll börn þar fá bara sitt 100% framlag, meðaltal, og í staðinn rukkum við ekki skólagjöld. Og að því ég held að þú sért aldrei með raunverulegt val skóla þegar þú ert með einhvern auka kostnað. Því það er bara ekki allir sem geta einhvern veginn stjórna því miður. Og svo er svona það sem er munurinn á sjálfstætt skólum og opinberum skólum. Sjálfstætt skólar hafa oftast, ólíkt flestum opinberum skólum, við höfum enga fasta áskrifendur. Við fáum ekki bara nemendur úr hverfin okkar, svona algjörlega óháð stefnu og árangri. Okkar viðskiptavinir, þeir velja okkur. Við erum alltaf valkostur. Og það er gott, því þetta þýðir bara eitt, við verðum að standa okkur. Við verðum að vera eftirsóknarverð og verðum að vera þannig að fólk vilji koma til okkar. Og ef við stöndum okkur ekki, þá bara fer fólk. Það vill enginn vera í vondum skóla. Og svo er annað sem að svona, ég held að mér finnst þetta að vera kostir. Annað sem er kannski ekki alveg eins gott, en það er að sjálfstætt starfandi skólar, þeir njóta ekki svona verndar frá kerfinu. Ef eitthvað fyrir úrskeiðis frá venjulegum svona opinberum skóla, þá verður það bara svona kemur sveitarfélag inn og svona bætir það. Til dæmis ef að skyndilega fækkar nemendum og þú ert með yfirmönnun á kennurum, þá bara er því einhvern veginn reddað og settur í sérkennslu. Það er einhver lúxus sem að sjálfstætt starfandi skólar hafa ekki. Ég ætla ekki að draga það samt úr í kjarkinn. Ég mun halda áfram. En það sem ég held að svona sé umræðin sem komið áðan að við séum svona sjálfstætt starfandi skólar eigi undir högg að sækja, það held ég að við séum svo viðkvæm bara fyrir kerfin okkar. Og ég held svona almennt hafi það ekkert í rauninni með rekstrarform að gera. Það skiptir engu máli hvort að kennarinn fái laun frá Hafnarfjarðarbæ, Hjallastefnunni eða Ísaksskóla. Ég held að snúist ekki um það. Við erum bara viðkvæm, en við verðum bara að tala um hlutina eins og þeir eru. Og í alþjóðlegum samanburði á árangri, þá stöndum við einfaldlega ekki vel. Við erum með allt of marga drengi sem eru vansalir í skólanum og eru illa læsir. Við erum í alþjóðlegum samanburði með allt of dýrt skólakerfi, samt er árangurinn lélegur. Við erum með kennara á allt of lágum launum sem eru hundóánægðir með kjörin sín. Þannig að þetta er svolítið sérstakt að við erum ekki þá að borga fólkinu okkar vel, við erum ekki nógu góðum árangri og ekki með neitt sérstaklega ánægð börn. Og hvernig getur þá haldið í fram að kerfið sé bara frábært? Ég held að við þurfum raunverulega að tala um hlutin eins og þeir eru til þess að geta breytt þeim. En við Íslendingar, svo við verðum svolítið hátileg, ég held að við höfum bara svona í áraraðið unnið bara virkilega hörðum höndum á því að móta alla skóla í sama farið. Það eiga allir að vera að gera allt. Allir skólar eiga að vera meðalgóðir í öllu. Engin sérhæfing, engin sérskólar og algjörlega burt sér frá því hvað hentar börnum og hver vilji okkar foreldrar eru. Skiptir engu máli. Allir eins, allir að fá það sama. En þessi sannfæring okkar fyrir því að allir séu og eigi að fá það sama, ein miðstýr og þröngleið, hún hamlar þróun og framförum í íslensku menntakerfi. Og þar fyrir utan, þá er ekkert allir að fá það sama. Við erum með nokkra mjög góða skóla og við erum líka með nokkra slaka skóla. En versta er að við erum með allt og marga meðalskóla. Og meðalmennski menntun er í mínum huga ekki góð leið. Og það er ekkert að ástæðulausu að mörg sveitarfélög fara rosalega lágt með niðurstöðu samræmdra prófa og banna allan samanburð. Saman með ánægjukannanir og fjölskylduna með skólan, engin samanburður, engar upplýsingar til foreldra eða samfélagsins árangur skólana. En það er engin að segja mér að það sé ekki leið yfir þessum niðurstöðum á skólaskrifstofunum. Ástæðan? Það er ekkert val. Og til hvers að vera að koma þessum upplýsingum á framfæri ef fólk getur ekki hvort þið er valið neitt. Valið er undantekning.
oftast og flestum stöðum á Íslandi, þá velja sveitarfélögin á hvaða skólasvæði þú átt að fara. Út frá bara búsetu, það er bara svona hverfa múrar, þú ferð í þennan skóla, punktur. Og mér finnst þetta hræðilegt. Og ég held nefnilega að við með aukni fjölbreytni og ólíkum valkostum, þá aukum við gæði skólana. Og það er annað þáttur sem gleymast oft þegar við ræðum með sjálfstæðstarfandi skóla, það er kennarinn sjálfur, starfsfólkið. Það skiptir máli fyrir okkur kennara að hafa val ólíka vinnustaði. Ekki bara ólíka skóla með ólíka hugmyndafræði og stefnu, heldur líka bara hver er atvinnuveitandinn okkar. Viljum við vinna hjá hinu opinbera, frábæru sveitarfélagi eins og Hafnarfirði, eða viljum við kannski bara vinna hjá einkafyrirtæki? Viljum við þá vinna hjá einhverju stóru einkafyrirtæki eða einhverjum litlum einyrkja sem bara með uppréttar ermar og ætlar að breyta þessu? Mér finnst líka oft umræðan kennaran gleymast í allri umræðu þegar við erum að tala rekstrarform og ég held að þetta skipti máli. Og samkeppnin, það er bara lögmál, hún hreyfir við kerfinu. Og ef skóli stendur frammi fyrir því að nemendur geti bara farið, tala ekki bara starfsmenn líka og valið eitthvað allt annað, þá aukum við metnaðinn og með því að auka metnaðinn þá aukum við gæðin. Og síðan svo maður fari bara, svo ég hoppi nú hérna mjög hratt yfir allt af því að ég segir það að Kristján má lofa ykkur að fara svo snemma heim, að ég held líka að við bara tekum svona algjörlega í grunninn, að þegar við getum valið eitthvað, þá er verið að færa valdi til okkar. Og það hlýtur alltaf á endanum snúast það að við getum valið fyrir okkur sjálf og þannig erum við að valdefla hvern og einn einstakling og bara íbúa í hverju samfélagi. Og á þetta valda hvíla hjá embættis- og stjórnmálamönnum eða hjá þeim sem að nota þjónustuna og hjá þeim sem greiða þjónustuna, sem greiða útsvarið sem er notað til þess að fara í skólana. Og það er ástæða fyrir sveitarfélög að vanda sig. Það eru gríðarlegir fjármunir sem fara í skólastarf. Og til dæmis bara hjá sveitarfélögum, þá fer 50–70% af öllum sem fer út úr bæjarsjóðnum, sem er tekið úr vasa íbúanna, fer í uppeldis- og menntamál. Það eru gríðarlegir fjármunir. Og þannig að það hlýtur að vera bara réttur okkar sem íbúa að hafa meir þetta að segja hvað við viljum velja þá fyrir allavega okkur sjálf. Þannig að ég held að þetta sé eitthvað sem og síðan rannsóknir sem sýna okkur það líka, að þegar fólk er að velja sér búsetu, þá er fyrsti þáttur sem fólk hugsar til. Fyrir utan náttúrulega bara verð og hvað get ég og vil ég ljótt hús eða fallegt hús og allt það. Það er hvernig skóla hef ég, hvert er skólahverfið. Fólk velur sér búsetu út frá skólaumhverfi. Þannig að það á að vera metnaður allra, hvort sem þeir eru í einhvers konar sveitarstjórn, og tala ekki ríkið í hvernig samfélag við erum að búa til, að hafa góða skóla og hafa þetta val til að auka. Og svo var rannsóknin líka sýnt að ánægja okkar, hún eykst ef við höfum valkosti. Við vitum bara að mannlegt eðli er bara þannig ef maður er búin að velja eitthvað, þá stendur maður svolítið með því, það er rétt fyrir mér. Þannig við erum líka að auka bara ánægja almennt og þetta og ekki bara við sjálfstæðstarfandi skóla, heldur bara allt skólaumhverfið, því að þó þú farir, það er líka þannig eins og til dæmis í Garðabæ að þegar valið hófst þar og bara alveg engir hverfamúrar, 97% minnum í íbúa var bara áfram í sínu hverfiskóla, en ánægjan jókst bara svona. Af hverju? Að þú gast alltaf farið. Þú hafðir alltaf valið. Þannig ég held að það svona bara eitt og sér sé líka ótrúlega mikilvægt. En ég trúi bara að foreldrar viti alltaf hvað er best fyrir þeirra börn. Og við eigum bara að koma valdinu til þeirra og treysta þeim. Leyfa þeim að velja, því að með valinu þá færum við valdið til íbúana. Það var bara svona, það var ekkert meira. Takk. Kæra þakki fyrir þetta, Áslaug. Það var gaman að hlusta á þig tala af eldmóði þessi mál og líka gaman að segja frá því að þegar við ákváðum að setja þessa ráðstefnu á laggirnar þá var ótrúlega auðvelt að fá fólk til að koma. Allir sem ég talaði við bara, já, ekkert mál, ég kem. Ég held að Þorgeir var að hugsa um svona 3 sekúndur, já, ég kem, ekkert mál. Og þannig að þau sem er að starfa í þessu umhverfi, þekkja þetta umhverfi, að þau vita að það er dálítið á brattan að sækja og vilja þar að nefndi kannski svona táknrænt koma hérna og sýna þessu málum okkar stuðning. Bara kæra þakkir aftur, Áslaug. Eitt sem mér fannst áhugavert sem sagðir var þetta í kennarana. Það sem kom mér svona dálítið í opna skjöldu var það í síðustu viku var ég í einhverju örstuttu viðtali, samdægurs var ég í viðtali á Bylgjunni og kom einhver stutt grein í Morgunblaðinu, eitthvað viðtali um mig.
Sama dag fikk ég 3 tölvupósta frá kennurum sem vildi koma að vinna hjá mér. bara fólk sem ég þekkti ekki neitt, bara sendi mér bara póst, sæll, ég bara fann netfangið, ég vil endilega vinna í þessu skóla. Á þess að vita nokkuð um það hversu langt málið er komið. Þannig að þetta skot frá mörgum vinklum. En Þorgerður, Katrín, orðið þitt. Takk fyrir.